Jæja. Hvað segir þið? Sé ég allavega leikinn. Já, þú meinar. Ætlaði bara að standa, já, það er náttúrulega, geti ekki sest hana svo ofta? Jú. Spurning aðstöðu. Er þetta ekki alltaf? Það er ekki tryggt? Þeir voru svona að velta upp hvort að þetta þyrfti. Já. Hvort þetta þyrfti að vera talinn á þetta, já. Það kannski máli segir svona 1 og 1, það er stundum óslega gott samt þegar að það væri óslega cool eða er hægt. Já, ég meina, það er svo sem ekkert mál, sko. Bjartur, Það verður svolítið hérna, já, Nían, hún er þarna, leikur hans í frætti Víking. Ertu með skýrsluna? Veistu hver eru í liðinu? ég er náttúrulega með iPadinn hérna. Já, ertu með skýrsluna þeirri? Það heyrist allt sem þið segir núna. Já, þú meinar. Komið þið sæl og blessuð. Þar fór ég verða. Ekki leyndarmál. Hún er hér. Skýrslan. Hvað? Já, svona... Ef að láta okkur... Það er bara on. Það gestur okkar koma frá Víking og við minnum á að knattspyrnuleikar án fordóma, heiðarleg framkoma utan að það sem innanlið er að sé betri og skemmtilegri knattspyrnu. Erum virðingu fyrir öllum þáttakendum leiksins og munum jafnframt að knattspyrnuhreyfingin stendur sameinuð í baráttunni gegn einelti. Við ætlum að kynna liðin og byrjum að sjálfsögða liði gestanna. Það er nr. 1 Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir, nr. 7 Þórdís Erla Sveinbjörnsdóttir, nr. 8 Silja Borg Kristjánsdóttir, nr. 9 Freyja Stefánsdóttir, nr. 10 Tara Dís Ármann, nr. 15 Birgitta Rún Ingvardóttir, nr. 34 Firni Sigurdís Eva Bárðardóttir, nr. 44 Eva María Tómasdóttir, nr. 50 Sara Rún Gísladóttir, nr. 64 Bergdís Sveinsdóttir og nr. 88 Ingunn María Brynjarsdóttir. Þjálfari Víkings eru þeir þjálfarar Víkings eru þeir Guðni Snær Emilsson og Theodór Sveinjónsson. Í liði Blika nr. 1 Herdís Halla Guðbjörnsdóttir, nr. 7 Sara Rún Antonsdóttir, nr. 10 Emilía Lind Atladóttir, nr. 14 Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, nr. 20 Olga Ingibjörg Einarsdóttir, nr. 22 Ingunn Þóra Kristjánsdóttir Sigurs, nr. 23 Sunna Kristín Gísladóttir, nr. 28 Margrét Brynja Kristinsdóttir, nr. 36 Guðrún Harpa Helgadóttir, nr. 40 Hulda Sigrún Orradóttir og nr. 52 Andrín Sara Harðardóttir. Þjálfararleikar eru Hörður Ingi Harðarsson og Margrét María Hólmarsdóttir. Nú dómari er Hafþór Bjartur Sveinsson og honum er aðstoðarmenn Friðleifur Kári Friðleifsson og Ágúst Árni Tómasson. Ekki bara góðið svona í hvernig?
Komdu samband. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Svínuvelda. Teipi hérna eitthvað, við festum 1, 2, 1, 2, 1, 2. Já, frábært. Hvað segirðu Bjartur? Hvernig er þetta á það? Já. Það sjálfsögðu. Góðan daginn og velkomin í þetta beina streymi hér af leik Breiðabliks og Víkings í úrslitum fjórðaflokkskvenna að liða. Við sitjum hér tveir, Kristófer Ómarsson og Guðbjartur Haraldsson, og ætlum að lauma hérna inn svona nokkrum punktum eftir því sem að leiknum líður fram. Tökum okkur gott hlé inn á milli en leyfum ykkur að heyra svona helstu atriðin þegar þau kom upp. Þetta eru liðir sem að þekkja vel inn á hvort annað eftir sumarið, þannig að það er von á hörkuleik. Já, þau hafa spilað 2 leiki saman í sumar sem hafa verið jafnir, en Breiðablik hefur unnið báða. 2-1 á Víkingsvelli þar sem að sigurmarkið kom á síðustu mínútu á vítaspyrnu og síðan 2-0 hér í Fagralundi fyrir ekki löngu síðan. Breiðablik byrjar þennan leik aðeins betur, meira með boltann og boltinn hefur í raun ekki farið yfir á allar helming Blika. Víkingsstúlkur sitja aftur og bíða færis. Já. Og hér á Breiðablik aukaspyrnu, aðeins fyrir utan þig. Það er Margrét Brynja sem að mundar hægri fótinn. Hörkuskot. Það er vel varið.
Sunna Kristín þarna með boltann á miðunni. Setur hann út á Söru Rún sem brýst hér upp vinstri kantinn. Flott vörn þarna hjá Katrínu í hægri bak. Nú Breiðablik á hornspyrnu sem Emilía ætlar að taka. Emilía Linda Alladóttir með góða hornspyrnu. Það skapast hætta þarna en Víkingar ná að hreinsa. Það eru Víkingar komnir hér á þann vallarhelming sem þeir vilja nú frekar vera á. En missa boltann. Það er svo föstungusending hjá Ásu. Sara Rún setur þennan á Hörpu. Margrét Brynja tekur boltann af miklu harðfylgi. Sara Rún hér vinstra megin á Hörpu. Fyrirgefinn tókst ekki alveg hjá Söru Rún. Víkingar missa boltann hér eftir útsparkið og Margrét Brynja sendir fyrir. Og hér er hætta, en Sigurborg er vel skot frá Hörpu. Þetta var hættulegasta færi leiksins. Já. Ok, tækifæri þarna fyrir Breiðablik. Þetta var vel gert hjá Kötlu í markinu að taka þennan bolta. Já. Og aftur skot frá Breiðablik, nú frá Ásu.
Hér er Margrét Brynja sem að ríst af staða fram völlinn en Víkingar verjast. Breiðablik á íkast hér ofalega á vellinum. Ása nær hérna boltanum og sendir á Hörpu. Sem nær ekki fyrir gjöfunni fyrir markið. Það fer Olga af stað. Víkingar verjast. Sara Rún með boltan. Að reyna að finna fyrirgjöfuna fyrir en það gengur nú ekki. Herdís Hallan er að koma þessu vel fram hér og Blikar í skyndisókn. Hornspyrna sem Breiðablik á. Hætta við mark Víkings en það ná að hreinsa. Þetta var góð hornspyrna hjá Emilíu. Hún fer þá hinum megin, hún tekur þetta beggja megin. Vinstra og hægra megin. Þetta var gott tækifæri, Guðbjartur. Já. Þeir eru til að skora. Þetta var hörkufæri. Það nálgast markið. En enn og aftur, Víkingar verjast vel og bíða færis. Ása skot yfir markið. Já. Leikurinn því enn án marka nú þegar 12,5 mínúta í leiðin að leiknum. Brýst Margrét Brynja fram. En á að setja henni í horn. Ingunn María, varnarmaður Víkings þarna sem að náði að stoppa hana. Og hætta aftur mark Víkings. Hvar endar þetta? Og nei, þeir verjast. Þetta var Margrét Brynja sem átti þetta skot. Og sending á fjær. Harpan er ekki að ná almennilega til boltans.
Hulda Sigrún með boltann, gerir þetta ágætlega. Fyrir þá sem að velta fyrir sér aldrei leikmanna hér, þá þetta árgangur 2006 og 2007 sem spilar hér og skiptingin eins hjá liðunum. Á báðum liðunum eru 8 leikmenn fæddir 2006 og 3 fæddir 2007. 3 á yngra ári og 8 á eldra ári. Og aftur fær Breiðablik hornspyrnu. Guðbjartur, ertu búinn að telja þær? Hvað eru konar margar? Nei, ég er ekki með tölu á því. Þú ert ekki með tölfræðina á þessu? En þær þurfa nú að fara að nýta þetta ef þetta á að telja eitthvað, sko. Það er rétt. Það telur víst ekkert í niðurstöðu leiksins hvað margar hornspyrnunar eru. En Víkingur á enn eftir að fá sína fyrstu. Sunna Kristín sem hérna djúpu miðjumaður hjá Breiðablik, brotið á henni. Hann lætur Ingu að taka þessa aukaspyrnu sem há inn í, aðeins og löng. Blikar gefa Víkingstúlkum lítinn tíma til þess að byggja upp spil hjá sér og fljótar að brjóta sóknir á bak aftur. Já, þeim gengur illa að færa svo ofar á vellinum, Víkingum. Hann fá nú tækifæri til að koma honum að tegnum allavega. Ég held að hafum ekki komast inn í teg ennþá. Ekki gekk það langur bolti hérna upp hægri kantinn hjá Víkingum út af hann. Breiðablik á innkastið. Hann stoppar Freyja Margrét Brynju. Ása setur hann hér á Sörurún. Sendir hann upp á Hörpu. Missir boltan. Það er Sunna Kristín með boltan á miðunni. Það gerir þetta vel, þrýningu með Ásu. Setur hann út á Katrín Söru. Sem kemur honum ekki út á Huldu Sigrúnu, en Blikar fá innkast. Inga sendir hann á Hörpu, en hún missir boltan. Blikar ná boltanum aftur, Margrét Brynja á Sörurún. Leikurinn fer svona meira fram hérna vinstra megin. En Blikar hafa ekki náð að nýta þessa stöðu yfirburði á vellinu til að skora. Því enn jafnt. Nú þegar að fyrri hálfleikur er rétt rúmlega hálfnaður, rétt tæplega 90 mínútur búnar.
Breiðablik á innkast niður vellinum. Margrét Brynja setur hann hér út til vinstri á Söru Rún sem að koma hér að vítateig Víkinga og brýst fram hjá, nær hún að koma honum fyrir. Ekki almennilega. Margrét Brynja fær boltann hér fyrir utan teig. Hann komin inn í teig Víkinga. En tókst ekki að koma honum almennilega fyrir. Boltinn endar í höndum Sigurborgar sem sparkar langt fram. Margrét Brynja brýtur hér á Freyju á miðvellinum. Víkingar eiga aukaspyrnu, Freyja inn af 3 2007 stelpum hjá Víkingum. Brotið á hægri bakverðinum. Katrín Söru og Breiðablik fær aukaspyrnu. Á stórhættulegum stað. Já, eða ekki. Á eigin vallarhelmingi. Sigrún og Ása hann í baráttum boltann en hann endar í höndum markmanns Víkinga. Sigurborgar, Sveinbjörnsdóttur. Hulda Sigrún er að taka hann nánast nokkrar tæklingar og taka boltan með sér og setja hérna út á hörpu sem reynir að koma honum aftur og Huldu Sigrúnu. Erfið sending en Víkinga verjast og Blikar fá innkast. Lék hún sér að eldinum en slapp með þetta varnarmaður Víkinga. Boltinn nær því að fara í hendi hennar. Dómarinn var alveg með þetta. Allt á hreinu. Brýtur Hulda Sigrún af þeirra á miðavellinum. Þjálfari Víkinga ekki sáttur. Hann vill bara á grænu og bláu kortinu upp. Kemur sending hjá Víkingum hér inn í teginn. Þetta nú hann næsta sem að þar hafa komist mark í Breiðabliks en Herdís Halla tekur boltann og sendir hann hér út á Söru Rún.
Breiðablik byggir upp sókn. Sara Rún með langan fínan bolta hér á Hörpu. Nú viljum við góða fyrirgjöf hérna, en Víkingar verjast og hornar það. Og mætir Emilía Lind og ætlar að setja hann góðan inn í. Theodór þjálfari Víkinga kallar til sinna manna skilaboð. Góð hornspyrna hjá Emilíu. Er hér yfir allt. Hulda Sigrún nær boltanum. Kemur honum inn í teig og það er dauðafæri hjá Olgu varnarmanni Breiðabliks. Ein á nánast vítateigspunkti en hún skaut framhjá. Þarna fór gott færi forgörðum hjá Breiðablik. Já, ég get ekki séð að það væri nein viðbrögð hjá línuverði en eitt, þannig að þetta er bara gott færi. Já. Það mark hefði talið þegar það farið inn. Og enn á Blikar boltanum og byggja upp sókn. Og Harpa tekur boltan hér inn á miðju, sendir á Ásu. Það er að reyna að finna glöfu hérna. Sendir á Margrét Brynju. Sem sendir hann tilbaka. Vitlaust innkast og Víkingur fær því innkastið. Þessi leikur átti að vera á Kópavogsvelli í dag, hann var fluttur hér inn vegna veðurs. Við hefðum nú viljað sjá marga áhorfendur í stúkunni á Kópavogsvelli, Guðbjartur. Já. En leikurinn var færður inn, þar er engin stúka en áhorfendur líka bannaðir. Sökum fjölgunar smita á þessum skrýtnu tímum hjá okkur. Hér er það Ása sem brýst upp á fína sendingu fyrir en Víkingar ná að verjast. Já, Víkingstelpur verður skipulegar hérna fyrir aftan og ná að sjá við Blikastúlkum í sínum þeirra sóknum. Já, þær hafa ekki náð að nýta þessi færi sem að þær hafa skapað sér, Breiðablik. Og leikurinn því enn markalaus. Var slæm sending tilbaka hjá Víkingum. Paradís sem senda hann tilbaka og líka náðu hann ekki að gera sér mat úr þessum mistökum þeirra. Það eiga hér innkast vinstra megin. Við bíðum enn eftir fyrsta markinu nú þegar að rétt 6 mínútur eru 6,5 mínútur til hálfleiks. Hulda Sigrún fer vel með boltan þarna og býr til hættu. Nær ekki þrýrning við Emilíu þarna. Víkingar hreinsa en Sara Rún nær boltanum. En missi boltan.
Ekki á góðum stað og Víkingar brjótast fram en Breiðablik næði boltanum strax. Vel gert hjá Ásvön, hún missir reyndar hana. Og Víkingar koma í skyndisókn. En Margrét Brynja étur þetta upp hana. Stuttur út á Katrín Söru og Harry bakvörðinn. Öflug þarna í að vinna boltan tilbaka og Margrét Brynja á þann að brjóta á baka aftur, sókn Víkinga. Já, vel gert hjá henni. Fimm mínútur eftir og Breiðablik fær hornspyrnu eftir á fyrri hálfleik. Sem tekur mjög góða hornspyrnu. Víkingar hreinsa á Sunna Kristín nær boltanum. Setur hann á Söru Rún hér. Nei, hún á ekki góða sendingu en nær honum aftur. Víkingar sækja. Það verður ekkert úr þessu og Herdís Halla sparkar fram. Það sem engin bliki er. Þetta er svolítið klapsinn á miðunni núna. Margrét Brynja nær koma sér vel í boltann þarna. Henni er stoppuð. Ákveðnum varnarmönnum Víkinga. Það komst Margrét Brynja í gott skot en Víkingar náðu að verjast síðustu stundu. Brotið á Huldu Sigrúnu og Breiðablik fær aukaspyrnu rétt fyrir utan vítateig. Hægra megin á vellinum. Þetta hefur nú stundum skapað tækifæri fyrir lið sem fær aukaspyrnu á þessu stað. Guðbjartur. Já. Spurning hvað Breiðablik nær að gera úr þessu. Þetta er á hættulegum stað upp á fyrirgjöf. Já. Það er Sunna Kristín sem tekur hana. Setur fínan bolta fyrir. En boltinn endar í höndum Sigurborgar, markmanns Víkinga. Það fer að styttast tíminn fyrir liðina. Koma markið að hér fyrir hálfleik, 1,5 mínútu eftir að fyrir hálfleik. Hér nær Margrét Brynja á boltanum og Blikar spila á milli sín. En Sunna Kristín boltinn í loftið en dómarinn stoppar leikinn og ekki, hann heldur áfram.
gert. Nú kemur tækifæri fyrir Víkingana. En Blikastúlkur verjast vel. Harpa missir boltann. Og Víkingur fær aukaspyrnu þegar tíminn svona við það að fjara út hér í fyrri hálfleik. Það stefnir allt í markalausan fyrri hálfleik og hér með það staðfest. Dómari flautar til hálfleiks. Hafþór Bjartur Sveinsson, dómari leiksins.
Þá síðar hálfleikur hafinn. Breiðablik byrjar að sækja. Eins og svo fyrir endaði. Hvor hálfleikur er 35 mínútur. Víkingar spila hér upp en missa strax boltann. Emilíana er að setja hann hér inn fyrir að Huldu Sigrún en það er svo föst sending fyrir hana. Freyja sækir hérna full harkalega Sunnu Kristínu. Breiðablik fær aukaspyrnu. Inga með boltann. Sandra Hörpu. Sem setur hann á Margrét Brynju og Blikar halda boltanum. Og Emilía inn í teig. Það jaðraði við hrindingu þarna en þó ekki hægt að dæma neitt á þetta. Víkingar halda boltanum hér. Inga með langa sendingu. Víkingar verjast. Margrét Brynja nær boltanum. Tókst ekki að komast fram hjá varnarmanni Víkinga. Silja stoppar hana. Nú færa Víkingar sér framan á völlinn. Eiga innkast við vítateig Breiðabliks. Þess má geta að þessi lið spiluðu þar sem að 2007 og 2008 árgangar voru til úrslita í 5. flokk í fyrra. Þar sem Víkingar unnu í framlengdu leik. Eldri á stelpunum á Breiðablik hins vegar voru þá í 4. flokki og unnu Val í úrslitaleik og voru Íslandsmeistarar. Breiðablik missir boltann hér. Emilía setur góðan bolta hér inn fyrir á Margrét Brynju en Sigurborg nær að hreinsa. Það var fín hugmynd hjá Emilíu. Gerir Breiðablik skiptingu og Kristín Kjartansdóttir kemur inn á fyrir Huldu Sigrúnu Áradóttur.
Sabri stíð fram og upp völlinn en Víkingar verjast. Víkingar aukaspyrnu og koma honum að marki Breiðabliks en Herdís Halla tekur boltann. Lítil hætta þarna, hún kastar boltanum á Margrét Brynju. Það getur nú oft skapast hætta þegar hún fer á stað sem hún gerir hér, sendir boltanum á Emilíu. Þarna var góð hugmynd. Já, Emilíu skot, það er verjast og aftur hjá Margrét Brynju. Það er Ása. Það er mikil barátta í Víkingstelpum og það er verjast vel. Já. Það er sami boltan. Það er sama sagan. Víkingar sækja og fá hér hornspyrnu. Guðbjartur, þú ert með talninguna á þessu. Þetta er hvað? Fyrsta hornspyrna Víkings eða? Þetta er fyrsta hornspyrna Víkinga. Nú þegar að 44 mínútur eru liðnar af leiknum á þær fyrstu hornspyrnu sína. Góð hornspyrna, skapar hættu og það er hart barist þarna en Breiðablik nærri þessa. Það er ekkert gefið eftir. Það er ekkert gefið eftir. Það er óvægt að segja það. Það er mikil barátta. Það er það Margrét Brynja sem að reynir að komast fram hjá þeim en tekst ekki og Breiðablik fær hornspyrnu. Miðað við hvernig fyrri hálfleikur byrjaði þá má segja að það sé aðeins meira jafnræði hérna í seinni hálfleik heldur að var í fyrri hálfleik þó Breiðablik sé enn ívið sterkari. Víkingar hafa nýtt hálfleikinn vel og ráðið í ráðum sínum. Það er Emilía sem tekur áfram hornspyrnur Breiðabliks. Það var aðeins of stutt. Ná fram yfir fremsta mann. Sara Rún nær boltanum hér. En hún er étin af Víkingum, ákveðnum Víkingum.
Grípur dómari leiksins til gula spjaldsins. Ekki alveg ljóst hver fékk gula spjaldið, sástu þetta? Já, Margrét Brynja. Það var Margrét Brynja, leikmaður Breiðabliks sem fékk aukaspyrnuna fyrir þá aðeins að rífa kjaft. Hún var ekki sátt við meðferðina á sér þarna. Þarna skipta Víkingar leikmann. Inn á kemur Ísabella Eiríksdóttir. Hér á Breiðablik aukaspyrnu. Þetta Sunna Kristín sem ætlar að koma boltanum fyrir. Þannig að það svo langur bolti yfir pakkan og Víkingur á markspyrnu. Breiðablik sem á innkastið og Víkingar gerir tilkall til þess en það er ekki nóg. Það dómarinn sem dæmir leikinn og dæmir Breiðablik boltann. Spila Víkingar vel á milli sín. En Breiðablik nær boltanum. En ekki góð sending þarna og þær missa hann. Og Víkingar sækja fram. Fimmtán mínútur búnar af seinni hálfleik og því 20 mínútur eftir. Og enn er markalaust. Vel gert hjá Ásu hérna. Hún brýst fram. Setur góðan bolta inn fyrir á Kristínu. Já. Nei. Þetta var nú kolvitlaust hjá dómaranum. En við verðum að sætta okkur við það. Það er markspyrna.
Það skapaðist smá hætta, mark Breiðabliks en Hallgríms Ara náði að hreinsa boltanum út af og Víkingar eiga hornspyrnu. Þetta er mun jafnari seinni hálfleikurinn hér en fyrri hálfleikurinn var þegar hann var einstefna Breiðabliks. En allt í járnum ennþá. Hættuleg hornspyrna sem Blikana var hreinsa frá. Hættulegt færi hér sem Víkingar eiga, gott skot á markið. En Herdís allavega er. Það var varamaðurinn þarna, Isabella, sem átti skotið á markið. Kemur markmaður Víkinga út. Svona er að verjast, en Breiðablik nær boltanum en nær ekki að gera sér mat úr þessu. Það er Margrét Brynja sem nær boltanum en nær ekki að gera sér neitt úr þessu. Og enn hreinsa Víkingar. Það reynir Sunna Kristín skot en Víkingar komast fyrir. 15 mínútur eftir á leiknum, 20 búnar á seinni hálfleik.
Víkingar eru að færa sig upp á skaftið, eru að komast nær og nær marki. Já, seinni hálfleikurinn miklu betri á Víkingum en fyrir hálfleikurinn var og leikurinn miklu meira jafnvægi en hann var í fyrri hálfleik. Það var sendingi aðeins vitlaus á átti á Kristínu. Og boltan hann utan fótar en innan fótar hefði kannski verið betra. Skapaðist þetta við mark Breiðabliks en Herdís allan er að hressa. Og boltinn fer upp í lofti hér og það er uppkast sem Breiðablik fær boltann og skilar honum fram. Víkingar eru vel skipulagðir í varnarleiksinum og Blikar hafa ennþá ekki fundið svar við þessari vörn hjá þeim. Komið sér í almennilegt færi. Það lítið færi núna í seinni hálfleik. Margrét Brynja með boltan en ekki góð sending hjá henni hér yfir Emilíu. Víkingur á innkast. Togar Ása í einn Víking og Víkingur fær rétt til aukaspyrnu niður vellinum. Innan við 10 mínútur eftir. Þetta er vel skallað hjá Ingu. Já, þetta er nú hættulegt hérna. Blikar eru 4 á móti 5. Gerir Emilía hér, setur hann hérna fram á milli á Hörpu. Nei! Það hörpu skoti í stöngina á Hörpu. Vel gert hjá Emilíu. Þetta var flott sókn hjá þeim. Já. Hættuleg sókn hjá Víkingum hér. En Olga og Herdís Halla ná að verjast þessu.
7,5 mínúta eftir á síðari hálfleik. Vel gert hjá Olgu. Stoppa sókn Víkinga þarna og sendir hérna út á Hörpu sem átti einmitt stangaskot á hann. Reynir hér fyrirgjöf en Víkingar verjast. Þetta eru sannir Víkingar, hann í Víking. Verjast vel. Og Breiðablik á innkast. Þegar að rétt 6 mínútur eru eftir. Kemur hér færi hjá Víkingum en Herdís Halla bjarga vel. Hér er Margrét Brynja við að sleppa í gegn. Já. En Víkingar verjast vel. Þannig að varðist Freyja Margrét Brynju vel og stoppa hann af. Þær eru vel skipulagðar og öflugar í vörninni, Víkingstelpur. Já. Gott skot hjá Ísabellu þarna. Nú komið frísk inn varamaður hjá Víkingum á því skoti yfir markið. Þessi var nálægt til því að detta. 4 mínútur eftir. Og bolti á Kristínu. Línu verður hún að koma með leiðbeiningar fyrir leikmenn hér. Víkingar sækja hér og leita sigur markinu, rétt eins og Breiðablik. Ísabella á skot þarna en Breiðablik verst vel. Og hún er búin að vera öflug eftir hún kom inn á. Já. Hún hefur frískað upp á lið Víkinga og kemst þarna aftur
ágætlega fram hjá Blikum, en Blikar verjast vel. Sara Rún nær boltanum þarna, nú fer að verða síðasti séns að klára þennan leik í venjulegum leiktíma. 2,5 mínúta eftir af venjulegum leiktíma. Ása hér með boltan. Ekki alveg nógu góð sending. Víkingar verjast. Það er þetta að koma fyrr með boltan Já. Síðasta mínútan í venjulegum leiktíma hér. Þessi leikur stefnir í framlengingu. Já, það lítur út fyrir það. Sem samkvæmt okkar bestu vitund er 2x10 mínútur. Er þetta síðasti séns Blika hérna núna? Ása brýst fram. Skítur eða hvað? Nei, þetta var ekki gott skot. Og Sigurborg er auðveldlega. Ester kemur hér inn á í liði Breiðabliks og Harpa fer út af. Önnur skipting Blika. Þá er leiktíminn búinn. Spurning hvað dómari hefur bætt við. En hér stefnir allt í framlengingu. Hérna er Breiðablik boltanum. Er þetta allra síðasti séns? Olga skýtur en það er framhjá. Þá held ég að þetta sé nú komið. Tækifæri á að klára hennar leik í venjulegum leiktíma úti. Það er. En einhverju bætir hann við. Hann er farin að líta á klukku sína allavega. Já, hann er farin að líta á klukku sína. Og flautar hér af. Á stefnum á framlengingu. Já. Leikmenn sennilega farnir að þreytast. Já, það er búið að Eftir þetta. vera hörku barátta í gangi allan leikinn. Mikil reynsla. Mikil reynsla. Þá getur reynt að hópa liðana. Já. En við erum hvergi nær hætt hér. Það eru fullt af mínútum eftir ennþá, 2x10. Þannig að
Hefst þá framlengingin og það staðfest að viðbótartími 10 mínútur. Blikar halda áfram að reyna og Breiðablik sækir hér, Margrét Brynja þrýst fram og það brotið á henni. Gult spjald á leikmann Víkings. Silju Borg sem tók Margrét Brynju þarna niður. Það var fullfast, hátt hjá Margrét Brynju, boltinn yfir og Víkingar eiga útspark.
Fyrir hálfleik og framlengingar, meira en hálfnaður, rúmar 4 mínútur eftir. Ása verst vel hér. Sækja Blikar, Margrét Brynja með skot, en beint á markmanninn Svanborgu sem vel. Olga stoppar þetta. Það var á síðasta mínútan í fyrir hálfleik framlengingar. Markalaust enn. Markalaust enn. Nú komum við inn á síðustu 10 mínúturnar í
í venjulegum fótbolta allavega. Já. Það leyfið þeim bara að ná andanum og haldi svo bara beint áfram. Það er ekkert alveg hlýja. Nei, það er ekki löng pása. Jæja, þá leggjum við af stað í síðustu 10 mínúturnar. Hei! Já. Baráttan heldur áfram. Já. Síðustu 8 mínútur. Það stefnir bara allt í vítakeppni.
Þetta var skráum þetta sem skottilraun. Já, máttlaus var hún. Það er ekki mikið færi núna síðustu mínúturnar. Það stefnir bara allt í vítakeppni eins og staðan núna. Góður þrýtningur hjá Ásu og Emmu. Já, veðspila hjá Blikastelpum. Víkingar verjast áfram. Það voru 4 mínútur eftir að seinni hálfleik. Og Margrét Brynja í dauðafæri og skorar. Það var Margrét Brynja sem að fór laglega í gegnum vörn Víkinga og lagði hann í hornið. Vel gert hjá Margrét Brynju. 1-0 fyrir Breiðablik og það er innan 4 mínútur eftir. 3,5. Það er búið að taka sinn tíma að brjóta vörn Víkinga á baka aftur. Þeir eru búin að standa þetta alveg eins og ég veit ekki hvað, allan leikinn. Já, heldur betur. Víkingar hafa varist vel. En það gaf sig núna, vel klára hjá Margrét Brynju. En það hafa rúmar 3 mínútur Víkingar til að jafna leikinn. Nú er ekkert annað, nú setja þeir alla í sókn og hafa engu að tapa. Já. Og kannski fáum við 4 loka mínútur. Já, það er líklegt. Og sending hjá Margrét Brynju þarna á Kristjánu en hún náði ekki að ná tökum á boltanum. Víkingar eru innkastið. Blikar sáttir meðan boltinn er á vallarhelmingi Víkinga. Rúmar 2 mínútur eftir.
leyst hjá Ingu, setur boltan hér á svæði hægra megin á Ossu sem að brýst hér upp. En Víkingar hreinsa. Víkingar verjast. Víkingar sækja hér og reyna að leita jöfnunarmarki en boltinn berst hér nær Emilí að komast í gegn. Nei, Víkingar verjast. Það er Silja seg hérna í vörninni og kemur í veg fyrir þetta. Já, mínúta eftir. Síðasta mínúta í framlengingu. Breiðablik leiðir 1-0. Síðasti séns fyrir Víkinga að jafna. Dómarinn víst ekki partur af leiknum lengur. Nei, hann stoppar leikinn. Dæmir Víkingum boltan. Hörðu, pressa þarna. Frábær markvarsla hjá Herdís Öll í dauðafæri hérna í lokin. Þetta var dauðafæri á Víkingu til að jafna leikinn. Þarna kom hún sterk inn, Guðbjartur. Efnilegu markmaður þarna, Herdís Alla. Þetta var lykilvarsla á lykiltíma því nú er leiktími liðinn. Og aðeins dómarinn sem að á eftir að flauta þennan leik af. Nú er það bara dómarinn sem veit hvað er eftir. Já. Komið í uppbótartíma dómarans, hann lítur á klukku sína. Og flautar þetta af. Og Breiðablik er Íslandsmeistari kvenna í 4. flokk. A-liða árið árið 2020. Árið 2020. Til hamingju Breiðablik.
Nú Íslandsmót í fjórða flokki kvenna lokið 2020, gefum Víkingum sem lenti í öðru sæti gott klapp. En Íslandsmeistarar í fjórða flokki kvenna 2020 lið Breiðabliks.